Það er ykkur stjarnan í Evrópu, það mátti kannski ekki tæpar að standa en nú lítur að vera ánægður. Já, ég er mjög ánægður. Mér finnst það bara vera lið og hópur sem hefur unnið fyrir því að vera í Evrópukeppni og þess vegna er ég mjög ánægður að við skildum bara klára það og vera í topp 3 og bara finnst að vera lið sem á að vera þar. Bara leikurinn í dag, svona þurftu að komu þetta inn í hann, máttu tapa með einu, svona hafið það einhver áhrif á svona undirbúningin? Ekki undirbúningin, en það er, þú veist, menn, við fórum inn í leikinn og ætlum bara að vinna hann, en svo eru menn bara mannlegir og eðlilega að taka blikar einhver tök á leiknum, en þú veist, ég held að hafa alveg sést samt að við vorum tilbúinir að sækja og keyra hana leik og en svo tóku þeir bara svolítið vel yfir hann í seinni hálfleik, við fórum yfir í hálfleik, við ætlum bara að halda áfram að sækja leikinn og mér fannst þeir bara ná sterkum tökum og þú veist, þá fórum við í 5-manna og ég veit ekkert hvort að það hafi verið rétt en mér fannst okkur vanta að þétta okkur aðeins betur til að díla við það sem þeir voru að koma með en það, þú veist, svo bara setja þeir í skeytin og þú veist, og lítið hægt að gera, þú veist, þeir spila sig ekkert í gegn mörgu sinnum, þú voru að gert það einhver skipti en bara frábær fótboltaleikur og stórkostleg mörk, þannig að ég held að fólk hafi skemmt sig vel, allir. Hvernig voru svona tilfinningarnar hjá þér síðustu 10 mínúturnar eftir að Blikar komist yfir með einu marki? Bara allt í lagi, sko, þú veist, það var lítið sem ég gæti gert, þú veist, bara strákarnir voru með þetta og þegar ef maður tekur það tilfinningar út og reynir að upplifa bara momentumið og hvað er raunverulega gerist inn á vellinum og þá fannst mér við vera bara í lagi. Þannig að mér fannst ég alveg geta að ræta þetta út eins og við gerðum, þú veist. Svo kemur þetta hjólaspyrna og má litlu muna og það allt en bara, þú veist, gerðum nóg og mjög ánægður með hópinn. Það er bara ánægður með frammistöðuna? Já, bara klárlega, þú veist, 2 mörk hjá þeim eru fyrir utan teig og það er nánast ekkert sem getur sagt við þeim, sko. Þannig að þú veist, Anton Logi og Höggi bara ótrúlega mörk. Þannig að, og þegar þú spilar á móti sterku liði þá getur þú fengið á mörk sem að bara, þú þarf bara að sætta þig við og þessi 2 fannst mér alveg vera þannig. Og mér fannst ekkert, mér finnst óeðlilegt að það kæmi síðan bara einhver hjólaspyrna ofan á þetta allt saman. Það hefur verið, þannig að heilt yfir myndi ég segja bara ánægður með liðið og hópinn í dag. Bara svona horfum á tímabilið í heild sinni, ertu ánægður með það? Evrópusætið komið í hús? Sko, það hefur mikið ekki á, þetta hefur langt tímabil og líður svolítið eins og það hefur bara verið 3-4 tímabil í einu og ég held að mjög ánægður með sumt, mjög svona ekkert ósáttur við annað, bara að margt sem við getum bara gert betur og lagað og unnið í og þannig að þetta var bara upp og niður og við ætlum að bæta stöðuleikann og við ætlum að bæta spilamennskuna og varnarleikinn, klárlega. Við skorum alltaf slatta mörkum og góðir að skapa færi. Þannig að, þú veist, heilt yfir bara, þú endar ekkert í topp 3 nema þú hafir unnið fyrir, þannig að bara mjög ánægður með hópinn. Þetta byggja ofan á þetta á næsta tímabili? Alveg klárlega, á svona tímabili, það sem svona mikið einhver á, mikla sveiflur og svona afgerandi góðir og slæmir kaflar hjá okkur, að það er svo margt sem það er hægt að læra. Ef við gerum það, þá getum við byggt vel ofan á þetta og farið að koma okkur hærra, þannig að það er bara planið. Bjarki Hauksson spilaði sem fyrsta leik í bestu deildinni og byrjaði í þokkabót, hversu efnilegur er hann? Það er bara frábær og það er bara frábær í dag og þú veist, fær náttúrulega galið verkefni upp í hendurnar að taka fyrsta leiki sem starting í úrslitaleikum með Evrópusæti og gerði það náttúrulega eins og hann gerir og hann bara eftir að fara að herra og þú veist, bara hann á allt hrós skilið fyrir ef við byrjum bara á deginum í dag en svo er hann bara unnið fyrir svo og þó fyrir hefði verið, þú veist, horfður á spilamennskunni í dag og það er alveg þetta spurningamarki bara af hverju var hann ekki búinn að spila fyrr og það er bara
hlutinir æxlast mismunandi fyrir alla og það verður bara gaman að halda áfram að vinna með honum. Árni Snær, sömuleiðis bara mjög flottur í dag, er svona vita með framtíð hans, verður hann áfram hjá Stjörnunni? Það er bara á eftir að koma á reynd. Hann vildi bara klára sísonið og hann er með alls konar, hann býr upp á Akranesi og hann þarf bara að fá að melta sín mál og ég er alveg rólegur, bara að gefa henni sveirum og frábær karakter og auðvitað frábær markmaður og við bara sjáum til. Þannig þið hafið áhuga á að halda honum eða hvað? Já, sjálfsög, bara 100%. Hann hefur verið frábær síðan hann kom og er einn af okkar mikilvægastu karakterum í hópnum. Þannig að það bara kemur í ljós. Það er eins og öll leikmannamál sem það á allt eftir að koma í ljós með allt. Andri Adolfsson tilkynnt fyrir leik, hann lagði skóna á hilluna, bara er að kveðja góðan leikmann? Ég finn fyrst og fremst að kveðja bara ótrúlega bara mannesku, þú veist. Við tala um karakterinn í hóp og svona sterka og öfluga nærveru, þá er það sem hann gefur helst. Svo ef við erum að tala um þessa fótboltamanna, þá er bara fótbolti fallegri og skemmtilegri ef hann er að spila inn á vellinum. Þannig að það verður mikill missir. Allir sem hafa fylgst með honum, allir sem hafa spilað með honum munu sakna þess að sjá hann á fótboltavelli. Þannig að það er bara, það verður saknaður á honum að öllu leyti. Er eitthvað að vita fleiri leikmenn sem að fara frá okkur eða hætta? Ekkert sem að, eins og ég segi, það á bara allt eftir að koma í ljós, bara hverjir munu, vilja finna sér stærri tækifæri annars staðar og þá reynum við að hjálpa þeim og svo eftir að koma í ljós bara í kjölfari líka hvað bætist við og það á allt eftir að koma í ljós. Takk hérlega. Takk.